Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ríkir Gunnarsson og er safnaðarprestur í Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia, það sem við tökumst á við spurningar hvað varðar kristna trú. Og spurningin sem við erum að díla við í dag er: ef manneskja er góð en trúir ekki á Guð, fer sú manneskja til himnaríkis? Svarið í stuttumáli er nei. Það sem Biblian kennir, það eru margir sem hafa svolítið ranga skoðun kristna trú hvað þetta varðar, er að þetta snúist í rauninni siðferði, að ég á að vera betri manneskja og þegar ég stend fyrir framan Guð þá mun hann mæla hversu mörgum gömlum konum ég hjálpaði við götuna og hversu mikið oft ég blótaði og hvað annað. En það er ekki hugmyndin sem Biblian leggur fram fyrir okkur. Þegar við stöndum fram fyrir Guði, í hverju munum við finna huggun, stolt, von og hamingju í, og það er bara í því sem Jesus Kristur hefur gert. Það er enginn að fara að koma fram fyrir Jesus Kristur, Guð, nema þeir sem fatta ekki hvað Kristi trú er og segja: Guð, sjáðu hvað ég gerði í þínu nafni. Við sjáum þetta í endanum á Mattheus kapla 7, þar sem að Guð stendur fram fyrir fólki og þeir segja: sjáðu, við gerðum alla þessa hluti í þínu nafni, og hann segir: farið frá mér, ég þekkti ykkur aldrei. Þannig að kristin trú er ekki hversu góður eða góð þú ert. Kristin trú er hversu góður og fullkominn Jesús er, og það ávöxtur af kristinni trú, ávöxtur af fagnaðarerindinu, ávöxtur af því hvernig Guð hefur elskað okkur, hvernig Jesús hefur elskað okkur og fyrirgefið okkur og sýnt okkur miskunn og sýnt okkur náð. Ávöxturinn af því er gott siðferði, það er að segja: við elskum aðra, við fyrirgefum öðru, við sýnum öðrum náð. En það er ekki ástæðan. Ástæðan fyrir því að við gerum þessa hluti er út af ást okkar til Krist, ekki út af því að við viljum safna okkar punktum til þess að geta staðið fram fyrir Guði og sagt: sjáðu hvað ég var góð manneskja. Út af því að þegar við stöndum fram fyrir Guði, þá mun standardinn vera fullkomnun. Standardinn mun ekki vera Hitler standardinn við hliðina á mér og það er dæmt hvort ég sé betri manneskja en hann, eða einhver morðingi eða eitthvað. Standardinn mun vera Guð sjálfur sem er fullkominn, og ekkert okkar er fullkominn. Ef við förum í Rómarbréfið, 3. kafla, byrjum í seinna partinum á vers 22 og förum fram af vers 28. Það segir: hér er engin greinamunur, allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð, og Guð réttlæti þá án þess nokkur verðskuldi það af náð með endurlausn sinni í Kristi Jesú. Guð bendir á blóð hans sem sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýnir hann réttlæti sitt, hann hafði umborið þær syndir sem áður voru dríðar, til þess að birta réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann er sjálfur réttlátur og réttlætur þann sem trúir á Jesú. Hver getur þá hrósað sér? Enginn. Eða af hvaða lögmáli ætti það að vera? Verkana? Nei, heldur að lögmáli trúar. Ég álit að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Þannig að hvað er punkturinn með kristinni trú? Punkturinn er Jesus Kristur. Punkturinn er að hann var nógu góður. Punkturinn er að hann tók á sig syndir mínar. Hann tók á sig reiði Guðs gagnvart hvernig ég er búin að lifa mínu lífi, og hann dó í minn stað, hann þjáðist í minn stað, hann tók á sig allt það sem ég átti skilið á krossinum. Og eins og í Filippibréfinu, ég elska þetta vers, í öðrum kafla, þá segir hann: á krossinum var neglt skuldabréfið sem þjakaði okkur. Það er að segja skuldabréfið sem við gátum ekkert borgað. Þannig að þegar við stöndum fyrir framan Guð, þá er ófullkomið fólk, og fullkomið fólk gerðir fullkomnir í gegnum Jesú Krist og hans verk á krossinum. Það er að segja að þegar hann var á krossinum, þá dó hann fyrir syndir okkar. Það dó hann fyrir syndir okkar allra, og það eru aðeins þeir sem standa réttlátir frammi fyrir Guði, þeir sem taka á móti gjöfinni sem Jesus Kristur hefur nú þegar gefið okkur. Það er enginn sem mun réttlætast með því að segja: ég er svo góður út að ég gerði þess og þessa hluti, ég byrjaði þessi fyrirtæki og gaf hérna fullt af pening, út af því að við erum öll ófullkomin. Við höfum öll syndgað og okkur skortir öll Guðs dýrð. Standardinn er hann sjálfur. Þannig að það skiptir ekki máli, meira sér bara trúa á Guð, trúa á Guð sér til. Jakobsbréfið segir að djöflar trúa á Guð sér til, og það hjálpaði þeim ekki neitt. Þannig að ég að leggja trú mín á traust á Jesú Krist, að hann sé minn drottinn og hann sé minn frelsari? Það er það sem Biblian talar þegar hann talar að trúa á Jesú Krist. Þannig að svarið við spurningunni er nei, það skiptir ekki máli hversu góð manneskja þú ert. Það sem skiptir máli er ertu búin að leggja trúðin og traust á Jesú Krist, á þá gjöf sem er algjörlega, hún er gefin þér. Þú getur ekki unnið þér inn fyrir henni, þú getur aldrei verið nógu góður. Jesus Kristur á krossinum gefur þér gjöf, endurlausnina. Það skiptir máli þegar þú stendur fyrir framan Guð.
Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig sendt okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meir kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk. Og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.